Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Við austanverðan Eyjafjörðinn til móts við Akureyri stendur safnasafnið við þjóðveginn ofan við Svalbarðseyri. Tignarlegur safnvörður, bláklæddur og rúmlega 5 metra hár, tekur á móti gestum og vísar veginn inn á safnið þar sem fléttast saman nútímalist, alþýðulist og handverk. Já, þetta er safn sem var stofnað 1995 og það var gert til þess að halda utan íslenska alþýðulist. Það var ekkert listasafn á landinu sem hugði að þessu, þannig að það sem við vorum miklu áhugamenn hluti eftir þetta fólk, að það ákveðum við að taka okkur til og stofna safn, því það áttu við yfir 1000 gripi og vorum farin að sýna þetta inn á heimilinu okkar í löngum gangi og fólk var farið að keyra fram hjá rúturnar að hægja á sér. Þetta er Freyjugötunni í Reykjavík, þar sem var listasafn Einars Jónssonar þannig að þar var rúturnar fólk svo að ferða að hringja bjöllu og spyrja hvað þeim ætti komin að skoða. Þannig að við fórum að leita húsi og lentum hér, keyptum þinghúsi gamla og síðan byggðum við þetta og fluttum reyndar gamla kaupfélagshúsi hérna á Svalbarðseyri hingað upp yfir, gerðum upp og alls þetta eitthvað 900 fermetrar. Þetta gengur hvað inn í annað, bæði safnið og heimilið. Blómin fara inn í safnið og skrifstofan fyrir inn til okkar og þannig alls konar tengingar. Til að byrja með áttu þau Níels og Magnhildur 1200 verk, en síðan hefur safnið stækkað hratt og örugglega og framundan mikil vinna við skrásetningu muna. Níels segir safnið byggt til að halda utan íslenska alþýðulist, en hvað er alþýðulist? Það voru erfitt að skilgreina það og þetta líka leiðilegt orð, því að það svolítið svona niðrandi að tala niður frá alþýðunar. En ég held að upprunnin á þessu orði sé þannig til komin að þeirra menntamenn á Íslandi gerðu skáld, eins og hérna Möllum í Hörgárdal, og þá var litið á ómenntaða fólk sem alþýðu. Þá var það menntaða skáld með stórum staf og svo var það alþýðuskáldið. Alþýðu hagyrðingar og það ekki gerði miklu greinarmunur á því. Bóluhjálmar til dæmis. Hann var ekki alveg skáld í augum menntamanna. Þannig að þetta fylgdi inn í myndlistana því miður, en við erum eiginlega svona smá sem að reyna að hætta að nota þetta orð og vera ekki með þessar skilgreiningar, heldur bara að þetta eru bara listamenn sem að tjá sig og þarf ekki að setja við sérstaka bása. Þótt að við séum með fólk sem utan garðsamörgu leyti eða haldið einhverjum röskunum eða hefur orðið fyrir slysum eða miklum andlegum áföllum, að þá erum við ekki að halda því fram. Já, listamenn eru bara listamenn. Akkurat, og þeir eru bara að fá að njóta sín sem slíkir. Hér eru fjölmargar sýningar í gangi. Hvað ertu margar sýningar hérna? Þetta yfirleitt svona, sýningarsaldir eru 10 og 2 eru þannig að það er tekið til í þeim og bætt við og þá bara tekið annað í burtu og síðan er sett upp alveg nýtt í hinum. Svo sýnum við í Andirinu og bókasafninu. Þannig að þetta eru svona, 10 sýningar að meðaltali á ári, nýjar. En hérna inni eru verk eftir mann sem heitir Gunnar Kárason og hann ættaður úr Eyjafjarðardölum og var einn af fyrstu unglingunum sem var komið til Sesselju Guðmundsdóttur á Sólheimum þegar hún stofnaði það, stórmerkjafyrirtæki eða stofnun, og Gunnar Kárason, hann var svona bústjóri hjá henni, sá mikla merkilega framkvæmdir og seinna fór hann inn í leiklist og ýmislegt annað. En hann bjó þetta til í frístundum. Hann bjó í pínu litlu húsi, kannski 12-14 fermetra húsi á staðnum, það vildi vera út af fyrir sig. Og svo var hann á kvöldin, þá var hann að búa þetta til. Og hann mjög hrifinn af kirkjum og trúlega eitthvað búið til eftir ljósmyndum. En svo bjó hann náttúrulega líka til líkvana húsunum á Sólheimum eftir því sem að þau fjölgaði. Og þau eru þar. En hérna getum við séð til dæmis Bessastaðastofu og þetta eru forsetahjónin fyrir framann. Og Víðimærkirkja í Skagafirði hérna með græna þakið. En okkur vantar nöfnin á mörgum kirkjónum því hann skrifaði ekkert undir á botnin. Þannig ef að fólk kemur hérna og þekkir sína kirkju þá náttúrulega mjög vel þegið að fá upplýsingar um það. Svo leitum við hófana hjá Listasafni Reykjavíkur og fengum lánaðar 2 æskuverk eftir Erró
sem er hérna veggjand, var svona að tengja þetta aðeins inn í annað samhengi og síðan erum við hérna með hús sem að grunnskólabörn á Grenivík bjuggu til og þá voru það að búa til húsin í þorpinu. Hvaða sýning er það sem er hérna inni í þessu rými? Já, þetta er sýningu fuglasafnsins og þeir eru nú hátt í 600 í alls í geymslunni og þeir eru 360 í sýningunni. Og ég hafði þann háttin á til þess að jafna kynjahlutfallið að ég hafði samband við nokkra konur og baði að búa til fugla á sýninguna sem að safnið myndi bara eignast og síðan er þetta kynnt í bók sem kemur út í júlí og þær tóku því allar mjög vel þannig að við náðum að jafna hlutfallið. Staðreyndin er svo að kallar eru miklu meira í svona grófari handverki að skera og tálka og konurnar eru það meira þau sem fíngerðar að sauma út. En hér á safninu er jafnt kynjahlutfall? Já, helst ef við mögulega getum. Þessir fuglar hérna, þetta er, hvað segir, grunnurinn að safninu? Já, þessi fuglar hérna og þeir eru miklu fleiri. Það var þannig að þegar við Magnhildur kynntumst að það áttu við bæði, hún átti aðeins fleiri fugla en ég og þeir flugu inn í skáp á heimilinu og mynda svona grunn að þessu safni. Og síðan hefur hún ýmislegt bæst við, sýnist mér. Já, það bætist við á hverju ári. Mjög mikið. Þetta eru svona, koma inn, geti verið svona 400 verk á ári. Já. Og þau eru nú orðin þó nokkuð mörg árin. Já, þetta er 20. árið okkar hérna í þessu húsi og það er spurning hvort þau eru ekki verið að byggja við. Áttu þér sjálfur eitthvað uppáhalds hérna? Á þessari sýningu? Já. Ég veit að, já, það er náttúrulega voðalega erfitt að gera upp á milli en það eru þessi hérna, held ég, þessi fuglar eftir Eirík Guðmundsson, mjólkubílstjóra á Selfossi. Hann byrjaði 90 ára gamall. Hann hafði gert stærri hluti, húsgögn og svona einhverja búshluti en svo bara allt í einu ákveðin að snúa sér að einhverju fíngerðar og leitaði svolítið í bandabækurnar og það er svolítið skondið saga af því hvernig þetta barst inn í safnið. Þetta var bara þetta hús þegar við byrjuðum og ég satt í andirinu hérna frammi að renna bíll í hlað og stór mikill maður kemur inn og heldur á öskum, dökkleitum öskum í hendinni, skellir á borðið, segir góðan daginn, þetta er safnarsafnið og ég ætla að selja þér rússneska mynt. Og ég segi nei takk, en ef að pabbiðin er að saga eða skera út eða teikna, þá það er mér gott að frétta því. Og það kom furðu svipur á manninn og hann gekk út í bíl og sótti stóra vindlakassa, lagði hann á borðið og opnaði hann og sagði, er það þetta sem þú meinar? Já, ég vil kaupa þetta að þér og svo gerist ég áskrifandi af því sem eftir er. Já, þetta er skemmtilegast í þetta að maður getur alltaf farið úr einu í annað. Maður þarf ekki að festa sig algjörlega við eitt. Í þessum mörg verkefni maður getur lagt eitt til hliðar og verið jafnvel að vinna 3-4 í einu. En alls skemmtilegast er náttúrulega að uppgögva nýjan listamann og ná góðu sambandi við hann og fá hann til samstarfs. Það er nú toppurinn. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.